Og þá hérna var Smári flugstjóri á vélinni og þá var á sem hippie tímum. Hippie Airlines? Já, hippie Airlines sem við kalluðu loftleiðir þá. Þegar flugum með allir hippjarnir og Clint hérna Bandaríkjaforseti, hann flug með okkur líka. En það skeði ýmist að þarna borð hérna á þessum leiðum á nóttinni frá New York. Svo kemur flugfreyjan einu sinni fram í til Smára og segir hérna Guðmann almáttugur hérna, ég heldur sé bara að fara að gera það hérna í aftasta sætunu þarna í vélinni maður. Smári, þú verður bara að gera eitthvað maður, þú verður að gera eitthvað í þessu. Þá sé ég, hvað get ég gert það Smári? Ég er með 2 takka hérna. Ég er með fasten seatbelt takka og svo er með no smoking takka en ég er ekki með neitt no fuckings takka. Já. Þegar hún kom fram í Þau eru, það er, og ég náttúrulega vissu hvað var á leiðin já og hvað með það. Já, það er búið að breiða yfir, þau eru bara að gera það. Þið verða að stoppa. Það var alveg, já. Hver veit nema hafa orðið bara barn úr þessu og þá væri allt í lagi. Það fættist þarna hjá Kitta Olsen, að þar fættist barn borð og það vildi svo vel til að það var læknanemi eða læknir borð í vélina sem gat aðstofa við þetta og það var, Kitti kallaði hann eitthvað út í radíóið sko og tilkynnti þetta að það væri kona að ala barn borð í vélinni og þá kom allar stöðurnar inn og sögðu til hamingju pabbi og Kitta. En það var svo mikið að gera hjá Kitta hann að fara mig sko, hann tók autopilotinn af og hann flög þar sem eftir var leiðarinnar. Fólkinu leið afskaplega vel í Mónsanum á hippidögunum. Það er líklega, það var bara myrkur út af Hassvík. Fólki var í góðri vímu og það var mikil bara sæla hjá, það kvartaði enginn yfir að tíminn væri lengi að líða. Já, og það merkilega var það sko, að það var að koma til Íslands, kannski, ég vissi það var að koma til Íslands og þegar það fór í land, það var berfætt og hálfnækið, að vissu liti. Já, þær vöfðu sig svona einhverju larva. Lögur. Já, hippie tímanum þá var þeir sem að reykta ekki sígarettur eða vindla, þeir ættu bara hass. Já, þetta var allt í hass. Það var svæft og brælt þarna aftur í alveg hreint. Það var ekkert verið að skipta sér að því. Nei, spara vöku í þetta. Það var alveg tilfelli. Það var alveg.